Já, komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag sem við sendum að þessu sinni út frá Hörpu en hér eftir tæpan klukkutíma ætlar hann Laddi að stíga á svið til að gera nákvæmlega hvað, Laddi? Já, ég ætla bara að skemmta fólki. Já. Eins og þú hefur verið að gera undanfarin 40 árin. Já, en þetta er svolítið öðruvísi núna. Aðeins öðruvísi, þetta er ekki svona sketsasýning eins og ég var með Laddi 60, sko. Nei. Hvernig sýning er þetta? Þetta er svona sýning bara mig. Ég ræði sjálfa mig bara, æsku mína bara og mitt líf. Já. Nú, ég tala karakterana alla líka og svona. Já. Þetta hefur nú ekki gert áður að koma svona fram án þess að vera í gervi. Þú ert feiminn maður. Já, en ég er aðeins að taka mig á, sko. Já. Og svona þora að koma fram sem ég sjálfur. Já. Og ræða feimnina og ræða karakterana, hvernig þeir eru til, sko. Ertu kvíðinn? Ertu kvíðinn? Ég er með bara stóran hnút hérna í magann, sko, það er alveg. En það tók nú aðeins, sko, megnið af hnútnum í gær, það var generalpröfa, sko. Já. Þannig að það gekk vel? Já, það gekk vel, fólki hló og þá veit ég að þetta er svona, þetta er í rétt átt. Já. Já. Og þú ætlar einmitt að tala eins karakterana. Hversu margir eru þeir? Já, sko, ég hef nú ekki alveg tölað þeim, sko, en þeir eru kannski, svona, ég var eitthvað tíma búinn að telja 60, en sumir eru lítið notaðir. En þeir sem eru mest notaðir en allir þekkja, þeir eru eitthvað 20. Og svona, þú veist, Elsa Lund og allir þau. Já. Áttu þeir uppáhalds? Já, ég á mitt uppáhald, það er náttúrulega, sko, þeir eru allir í uppáhaldi, en svona mest í uppáhaldi er Eiríkur Fjalar, Marteinn Mosdal, Elsa smá þess. Það er smá Elsa í mér svona. Það er kvenlegi hlutin að þeir? Já, það er kvenlegi parturinn, sko. Þeir eru allir svona eitthvað hlið á mér, sko, allir þessi karakterar. Já. En það er kvenlega hliðin. Ég spurði þig áðan einmitt hvort það væri ekki rétt hjá mér að þú værir að gefa út plötu og þú sagði nei. Nei, ég er ekki að gefa út plötu. Það er Eiríkur Fjalar. Hann var að gefa út plötu í dag og þetta er hann er eitthvað að keppa við mig, sko, og því að ég sagði eitthvað svona þess að ég færi ekkert í gervi og væri ekki með karaktera. Já. Hann var eitthvað fúll yfir því, sko, af því hann segir að ég get ekki verið án hans. Það er alveg rétt hjá hann mörgu leyti, sko, en það er bara eitt sem hann veit ekki í raun og veru að því ég tala hann hérna og hann kemur örlítið þó og ég fari ekki sjálfur í gerfið þá ræði ég hann og svona, sko. Já. Er óhætt að segja að þú sért margbrotin persónuleiki? Já, þetta er klofin, margklofin, sko. En svona þetta er náttúrulega, þeir eru allir hérna einhvers staðar kraumandi inn í mér og brjótast út annað kasti, sko. Já. Og fyrsta sýningin er í kvöld, hversu margar verða þeir? Það er uppselt á fyrstu? Það er uppselt held ég núna bara fram í maí núna, sko. Það er verið að bæta við sýningum. Þannig að ég ætla að vera bara fram á sumar eins lengi og fólk vil koma og ef það þarf að gera hlé yfir sumarna þá byrja ég bara aftur í haust. En ég ætla að vera bara alveg eins lengi og hægt fram á sumarið. Frábært. Þú ert búinn að vera þessu í 40 ára, þú ert orðinn 66 ára gamall. Já. Þú ert hvergi hættur? Nei, það þýðir ekki að hætta, sko. Nei. Og þú var að sjálfsögðu góður í skemmtun hérna í kvöld og næstu kvöld? Já, miðað við móttökurnar í gær þá held ég geti alveg lofað því. Frábært. Gangi þér rosa vel. Já, þakka þér kærlega fyrir.